Norðurál greiðir fjórðungi lægra raforkuverð en álver í heiminum að meðaltali. Þetta kemur fram í trúnaðarskýrslu sem fréttastofan hefur undir höndum. Orkufyrirtækin virðast bera megnið af áhættunni sem felst í verðsveiflum á álmarkaði. Í matsskýrslu sem gerð var fyrir Norðurál fyrir nokkrum árum raforkuverð tilgreint og það tengt álverði á heimsmarkaði. Kristinn, þú hefur verið að skoða þessa skýrslu. Já, Pál, niðurstaðan sú að miða við meðalverð á síðustu ára Norðurál að greiða 25% lægra verð fyrir orkuna en álver í heiminum að meðaltali. Matssérfræðingar þetta eigi einnig við önnur íslensk álver. Þessi skýrsla var gerð í tengslu við stækkun álversins á Grundartanga og hún opinberar raforkuverð til stóriðju sem til þessa hefur verið hulið leynd. Skýrslan frá Hatts ráðgjafafyrirtækinu og gerð fyrir erlenda banka og Norðurál. Hún stimpluð algert trúnaðarmál, en það byggt á rauntölum úr rekstrinum þar á meðal orkuverð. Á þeim tíma sem skýrslan gerð borgaði Norðurál 14 mill fyrir kílóvattstundina. Raforkuverðið tengt álverði sem var $1.400 fyrir tonnið á þessum tíma. Ef áltonnið hækkar í $1.500, hækkar orkuverðið í 15 mill. Mill er $1.000, þannig að 15 mill eru 1,5 cent, jafngildi 2 króna. Heimili landsins borga til samanburðar rúmlega 10 krónur fyrir kílóvattstundina. Álverð hefur verið $1.500 tonnið síðustu áratugi en verðið sveiflast mikið. Helstu sérfræðingar spá því að meðalverð lækki lítillega á næstu áratugum. Rekstrarforsendur Norðuráls gerðu ráð fyrir $1.400 fyrir hvert áltonn. Fram kemur í skýrslunni að Norðurál að borga fjórðung undir því sem álver í heiminum borgaði meðaltali fyrir raforku. Þó þetta séu samningar aðeins eitt álver telur Dr. Sigurður Jóhannesson hjá Hagfræðistofnun að stóriðjan sé almennt að borga sama verð fyrir orkuna. Ég held að þeir séu mjög svipaðir þessi samningar allir. Þeir munar nokkrum prósentum á milli þeirra. Það hækkar aðeins með tímanum en ekki mikið. Þannig að þetta svona á svipuðu róli og aðrir borga eftir því sem sagan segir. Lága raforkuverðið og áhættulaus tenging iðjunar við álverð hefur ekki farið fram hjá mönnum. Á einni síðu fyrir fjárfesta hvatt til að kaupa hlutabréf í móðurfélagi Norðuráls og vísa til Íslandsverkefna þar sem menn þurfi aldrei að hafa áhyggjur af rafmagnsreikningnum. Í raunkostnaðartölum sem birtast í skýrslunni kemur fram að vegna ódýrar raforku sé Norðurál að fá ríflega þriðjung af söluverði áls í hagnað fyrir skattaafskriftir og fjármagnsliði. Álverið skilar líklegast 3 sinnum betri arðsemi en til dæmis Landsvirkjun fær af sínum fjárfestingum. Orkufyrirtækin virðast axla megin þungan af þeirri áhættu sem felst í verðsveiflum á álmarkaði. Heimsmarkaðsverð á áli sveiflast mikið en hvort sem horft til síðustu 100 ára eða til síðustu áratuga hefur verðið alltaf lækkað. Það þýðir að orkufyrirtækin fá minna í sinn hlut. Markaðsáhættan hjá álverinu ekki mjög mikil. Eins og tekur þá seljandinn þá áhættu á sig að miklu leyti. Áhættan Landsvirkjunar? Já, af sveiflum í álverði, já. Trúnaðarskýrsla frá Hatts sýnir sláandi rekstrar og afkomutölur. Fyrir hvert áltonn þarf að borga ríflega $320 fyrir súrálið, 220 fyrir rafmagnið og rúmlega 120 fara í laun. Heildar kostnaður á hvert framleitt áltonn tæplega $1.000. Þarna var áltonnið selt á tæplega $1.400 og EBITDA, þar að segja hagnaði fyrir skatta, fjármagnskostnað og afskriftir, vel yfir $400 á hvert tonn. Þetta mjög góður rekstur virðist vera og með því betra sem maður sér hjá fyrirtækjum og minnst að kosti mun betra heldur en orkusalinn vannur að sjá í sínum tölum. Sigurður segir að Landsvirkjun gefi upp arðsemi sinna framkvæmda upp á 5% en það láti nærri að arðsemi álverseigandans sé að minnsta kosti 3 sinnum meiri.